Bara daginn eftir jafntefli gegn Bandaríkjunum, hvernig svona, hvernig skrokkurinn, þetta var hörkuleikur í gær? Já, þetta var hörkuleikur og mikið að ná í og hlaupið mikið, en skrokkurinn bara ágætur sko, bara mjög fín. Já, var þetta svona eins og í bjöggustið, bandaríska liðið enn og líkamlega sterkt? Var þetta svona sá stríðsleikur eins og þjálfarinn lýsti eins og í bjöggustið? Já, maður bjóst við því, þær spila mjög hart og eru líkamlega rosalega góðu standi, en það eru við líka og mér fannst við vinna þá keppni í gær. Varnarleikurinn vakti sérstaklega athygli, hann var bara vægast sagt frábær í þessu leik og þær fengu eiginlega engin opin færi á móti ykkur. Nei. Það var allt nánast langskot. Já, við náttúrulega lögðum upp með það að skipta leiknum í nokkra hluta og að spila lágpressu, hápressu og skipta eftir 15 mínútur og þegar við spilum lágpressu það fannst mér bara að ganga rosalega vel, vorum mjög skipulagðar, vorum ekkert að gefa neitt færi á okkur og þær voru ekkert að ná að opna okkur og vorum bara eins og tölum eftir leikina og bara svona þægilegt að spila lágpressu og vorum alltaf bara í réttri stöðu og minna hlaup og vorum alveg með leikinn bara under control. Ágefni að við erum ekki búin að skora mark á mótinu? Nei, altså ég held sko, við erum að vinna mikið með varnarleikinn og ég held bara sóknarleikurinn, það kemur bara og en fyrst og fremst erum við búin að vinna með varnarleikinn og það hefur gengið frábærlega og nú þurfum við bara aðeins að kannski skerpa betur á sóknarleiknum og gera betur þegar við vinnum boltan, aðeins minna stress og vita hvort við höfum að sparka löngu bolta eða reyna að halda í hann, aðeins að finna jafnvægi. Leikur í Japan á morgun, þetta er skammt Stórahögg á milli, það voru Bandaríkin í gær, það eru heimsmeistararnir á morgun. Það verður væntanlega aðeins öðruvísi leikur, eða ekki? Jú, það eru alltaf 1,50 og það eru svona eins og Freysa, það eru alltaf svo guðni og en rosalega teknískar og rosalega góðir í fótbolta. Ég hef séð að spila, en við höfum aldrei landslið, ég held að landslið hafi aldrei spilað við þær áður. Nei, þetta er fyrsti leikurinn, já. Fyrsti leikurinn og það verður bara rosalega áhugavert og skemmtilegt verkefni og eins og segir, það verður fyrrverandi heimsmeistarar og svona leiki vill maður spila. Og það sýnir kannski styrk þessa móts að heimsmeistararnir eru að leika 9. sætið. Er þetta mót, er þetta ekki kærkomin tækifæri til undirbúnings? Jú, það mót hefur náttúrulega verið undanfarið af frábær undirbúningur fyrir EM og HM í sumar og bara fyrir öllu og náttúrulega frábær fyrir okkur að fá að koma að þetta mót og spila þessa stóru og góða leiki og eins og segja það, þetta er frábær undirbúningur. Er það flott gangi vel morgun? Glódís, var hörkuleikur í gær við Bandaríkin og mætti mikið á ykkur í vörninni. Hvernig er svona tilfinningin eftir leikinn? Tilfinningin er eiginlega bara alveg ógeðslega góð. Það er svo ógeðslega gaman að hafa fengið að vera inn á þessum leika því að liðsheildin var bara svo ógeðslega frábær. Það voru allir á fullu út allan völl og það er raun út af því þá var ekki mikið að gera hjá mér og Önnu eins og kannski var það haldið fyrir leikinn. Varnarleikur alls liðsins var reyndar mjög góður. Já, hann var mjög góður út allan völl, það var allir að berjast, alveg út allt og það skein svo af og það smita svo frá sér. Ef einhver fyrir framan hann er að fara í tæklingu þá er maður að fara í næstu fyrir liðsfélagann. Hvernig var eiga við nú, sá sem að þú kannski var, þið og Anna voru eiga við, Abbi Wambach, búin að spila 234 landsleiki. Hvernig var eiga við þessi stóru nöfn? Það er alltaf svolítið öðruvísi, maður er alltaf aðeins að reyna að stríða þeim sem við náðum að gera í gær. Það er einhvern veginn áttu ekki nein færi, þessar tvær, þarna stjórnirnar fram í þeim. Þannig að það var eiginlega bara ógeðslega gaman. Og maður skynjaði svona dálítinn pirring undir lok, sérstaklega þegar fór að líða leikinn hjá bandaríska liðinu, það var jafnvel svona ítt ennþá meira undir gleðina hjá ykkur. Já, það má alveg svolítið segja það. Það hefði verið líka ógeðslega gaman að ná potinn inn í lokin og vinna leikinn, það hefði verið alveg fullkomið sko. En þær voru ógeðslega pirraðar og við vorum líka bara fasta fyrir og það er bara náðu ekki að höndla það almennilega. Svo á morgun er leikur við heimsmeistara Japans. Það má væntanlega búast í aðeins öðruvísi leik þar. Já, þær eru ekki physical lið
hef ég heyrt. Ég hef aldrei spilað á móti þeim, en þær eru ekki eins fysikal og Bandaríkin. Og það er bara öðruvísi og það verður væntanlega öðruvísi taktík og öðruvísi lagt upp í leikinn og kemur allt í ljós í kvöld og fundi. Það verður bara gaman að fá að kljást í það. Frábært það ekki að fá að spila við Bandaríkin í gær, Japan á morgun. Þetta er svona stórlið sem að nýtist væntanlega vel fyrir okkar ungalið. Já, það er frábært að fá svona góða leiki og þetta móti náttúrulega rosalega sterkt, segir það bara að við erum að fara að spila 9. sætið við heimsmeistarana. Það er alveg, segir bara styrk mótsins og frábært að fá að vera hérna og fá að taka þátt í þessu og fá að spila þess að gefa ykkur leiki fyrir liðið. Þetta þú styrkir mann alveg svakalega. Liðsheildin og allir fá að spila og svona. Er það sigur á morgun? Já, við stefnum alltaf á sigur. Takk fyrir þetta, Glósi.